Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið að horfa á Toyota Motorsport, fyrsta þáttinn af 26 í sumar og að þessu sinni ætlum við að taka hús á nokkrum torfæruökumönnum, fara yfir úrslit Íslandsmótsins bæði í sérútbúnaflokknum og götubílaflokknum og við heimsækjum Harald Pétursson og Gísla Gunnar Jónsson ásamt fleirum. Og við lítum aðeins á sniglana sem að koma vel undan tiltölulega mildum vetri og þeir tóku þátt í pínu lítilli keppni á laugardaginn var og tökum hús á nýliðum í rallinu. En hér er dagskráin fyrir torfæruna, fyrsta keppnin er 19. maí, önnur 2. júní og svona heldur þetta áfram fram til 20. október. Við fundum Gísla Gunnar Jónsson við opnun nýrrar búðar Bílanus á Selfossi þar sem hann óskaði mönnum til hamingju með þetta framtak og fengum hann lánaðan til þess að fara í skúrin í bíliðuna, verkstæði þar sem að Gísli rekur sitt fyrirtæki, hann er bæði með flutningafyrirtæki og bílaverkstæði. Ég get nú ekki sagt bara annað að mér er gengið mjög vel vegna þess að ég vinn fyrstu 2 keppnar og síðan lendi í öðru sæti hérna í Ósdalum, 2 keppnir í röð og maður getur líka svo sem kennt sjálfur sér og kannski í svæðinu líka, þetta var svona öðruvísi. Það var svona frekar litla greifur og laust efni sem staðar, maður svona einhvern veginn, ég náði ekki einhvern veginn tengslu við bílinn og síðan vinn ég síðustu keppnina og þetta færði mig sigur og ég er mjög ánægður með þetta og besta mál. Keppnistímabilið fyrra hófst á Suðurnesjum við Stapafell þar sem að Gísli Gunnar Jónsson bar sigur úr bítum en Haraldur Pétursson var í öðru sæti. Í keppni nr. 2 sem fór fram í Bolöldum, stærri gryfjónum rétt fyrir neðan mynni Jósefsdals, hafnaði Gísli í fyrsta sæti þrátt fyrir að hann væri hér í tímabrautinni á aðeins 3 hjólum. Gísla kepp afleitlega í 3. umferðinni til að byrja með. Það vantaði bara 1 þrautu uppbót á fyrsta. Í 4. umferðinni á sama stað fékk Gísli ekki nema 10 stig fyrir braut nr. 2 þrátt fyrir að hann færi hana til enda. Hann ruddist yfir brautamerkingar og þurfti að bakka. 290 refsistig var staðurinn og hann var að láta sig linda annarsæti í þeirri keppni. Haraldur Pétursson sigraði í báðum þessum keppnum við litlu kaffistofuna. Já, ég veit ekki hvað það var núna 2 síðan skipti, hvað það var eiginlega. Það var ekki það, hann væri svona góð, það var bara því ég var svona aðeins slappur til að byrja með. 5. umferðin fór fram í Gryfjum í Mosfellsdalnum og þar tók Gísli forystuna strax í fyrstu þraut. Var einn fárra til þess að fara upp hér þennan leirkamp og voru ekki allir ásáttir dómarana í þessu tilfelli. En Haraldur Pétursson gerði örvæntingafulla tilraun miðbik keppninnar til þess að ná 300 stigum fyrir eina braut en það gekk ekki eftir. Það var því Gísli Gunnar Jónsson sem hreppti Íslandsmeistaratitilinn yfir heildina en Gunnar Gunnarsson var Íslandsmeistari í götubílaflokki og við tókum síðan hús á Haraldi Pétursinni þar sem hann er með bílinn í skúr austur í Ölfusi. Sumarið fór kannski hálf styrlega af stað. Við vorum farnir að fá bílinn til að hanga á hjólunum en hann átti erfitt með að beygja þá og það kostaði okkur raun Íslandsmeistaratitilinn í annarri braut í fyrstu keppninni þá komumst við ekki í eitt lið sem við keyrðum fram hjá og líka í seinni keppninni fyrir annarri í fyrstu þraut þá og þetta náttúrulega gaf Gísla svolítið gott forskot sem reyndist svo erfitt að vinna upp. En
það kemur ekki fyrir aftur. Hann fann að leggja mun meira á núna heldur en hann gerði og þó svo eigum við ennþá töluverða möguleika eftir að vinna í honum meira þrátt fyrir það sem við erum búin að gera núna. Þannig að það verður bara haldið áfram og gert það sem þarf til að vinna. Það virtist vera að fara að ganga mjög vel hjá Halla seinni par sumars og auðvitað náttúrulega hann með mjög góðan bíl sem er búinn að eyða heilmiklu í. Og ég hef svo sem enga trú á því að hann komi neitt og rúli neitt yfir okkur í sumar, sko. Ég hef enga trú á því. Það verður þá bara að sanna það. Ég hef trú á því að bara þann dandaði milli fleiri en mín og Gísla núna í sumar. Menn að gera breytingar á bílunum sínum og þróa þá smátt áfram. Þannig að ég held að það verði fleiri sem berjast núna og vona það því að það er mun skemmtilegri keppni þegar fleiri berjast. Sigurður Þór Jónsson mætti með nýsmíðan bíl til keppni á síðustlunu ári en braut millikassa aftur og aftur og bílinn verður betri í sumar. Við náttúrulega smíðum nýjan bíl alveg frá grunni og við erum svo sem ekkert ósáttir við þennan árangur sem við fengum út úr honum. Meðal annars brotnaði millikassin í þrígang í síðustu keppninni en hann átti einnig í vandræðum með framdrifið og nú er verið að breyta þessu tvennu. Óli og Ljónstöðum, þeir eru alltaf að smíða, þeir bræður, þeir eru að tínda saman og þeir eru alltaf að nota innvols úr millikassi sem heitir 144 og 208. Þeir eru að tína, þetta er bara keðja og tannhjól. Það er eina sem verður hann inn í. Sigurður er þekktur fyrir það að taka hressilega á. Það er bara búið að sýna sig gegn tíðina. Ef þetta hangir saman, þá ertu yfirleitt einhvers staðar í toppbaráttunni. En ef eitthvað bilar, þá er dottið niður. Og það má fastlega rekna með því að Björn Ingi Jóhannsson verði sterkur í sumar en hann er að gera talsvert miklar breytingar á þessum bíl sínum. Hann byrjaði keppnistímabilið kannski ekki alveg nógu vel í fyrra. En við tökum að húsa á honum í þessari viku og sýnum það á mánudaginn kemur. Og eins ætlum við að segja ykkur svolítið meira það hvernig Gunnar Ásgeirsson ætlar að gera hlutina. Það er svona. Ég ætla að taka þátt í einni keppni og sem var Svindón en það ég endaði í öllum. Þannig maður var ekkert nógu vel undirbúinn í það. Ekki sem maður vill vera. En Íslandsmótið endaði ekkert rosalega vel. Ég held ég að endaði í 8. sæti. Þetta var hellings reynsla sem maður fekk samt út úr þessu og skal ég segja bæði fyrir sem náttúrulega að keyra þetta og náttúrulega með bílinn sem var svona okkar versti ókostur þannig. Meira Gunnar Ásgeirsson á mánudaginn kemur. Og slagurinn í götubílaflokki, þetta er Gunnar Gunnarsson og eftir þessi afföll í síðustu keppninni þá var bílnum lagt inn í skúr. Jæja, það er nóg eftir hér. Það er spurning. Það væri lykilatriði að hjarta sé í lagi. Setja smá bensín á það. Á hérna svona gusu. Jæja, það er allavega hann fer í gang. Svo erum við að sprauta þetta eitthvað, sérna. Og laga þetta eitthvað til. Þetta er allt speglað hérna. Rifið og brotið. Nei, afturhálsingin hún fór alveg í klessu. Hún þríbrotnaði og bognaði svo illa. Það var ekki séns að reyna að tjónka við hana. Við reyndum fyrst að rétta hana en það var alveg út úr kortinu. Hann barðist við Ragnar Róbertsson og reyndar líka Ásgeir Jamil Allansson. Ásgeir Jamil Allansson hefur gefið það í skyn að hann muni ekki mæta til keppni í sumar. Menn eru þó ekki alveg vissur að hann komi til með að standa við þau orð. Litríkur keppandi og skemmtilegur. Nú Daniel Ingimundarsson hefur sótt í sig veðrið. Þó þarna hefur farið illa og hann hefur ekki verið parres. Þetta er spennandi.
En Gunnar Gunnarsson hreppti Íslandsmeistaratitilinn en varð að sjá á eftir heimsbikarnum til Ragnars Róbertssonar. Og eins og í sérútbúnarflokknum þá hófst keppnin við Stapafellið á Suðurnesjum. Það byrjaði náttúrulega eins og maður segir, það byrjaði með falli. Nýji fíni mótorinn, hann datt í klessu. Þarna nokkurum klukkutími fyrir keppni, þarna miðanótt. Og við komum bara með varavélina sem var búin að vera hérna í standi frá því árinu áður og hafði ekki verið eins og sko skipt olíu á henni. Hún var bara hent í og... Það gekk á ýmsu hjá Gunnar í fyrra, hér sprengdi hann upp úr og misti af þraut sem að opnaði möguleika fyrir Ragnar Róbertsson í hörðum slag þeirra á síðastliðnu sumri. En eins og í sérútbúnarflokknum þá má ekkert gefa eftir, aldrei. Hér veit ég að Gunnar var ekki alveg viss hvort hann væri komin upp eða hvort hann væri niðri. Hann fór í klessu tvisvar sinnum bara með mjög stöttu millibili sko. Þurftum að skipta allt hérna undir honum á framan eftir keppni sem að skipta miklu máli. Það því að í þriðju þraut þá fór ég úr lið á þumalputa þegar ég lendi svona á hliðinni og hann barði mig það mikið að ég fór úr lið og hérna sýta mig undir honum á framan allt saman, fjörunarkerfið og allt saman, stífur og annað. Það fór bara í klessu. Og við breyttum því og það breytti svo mikið fjörunni í honum að við fengum allt öðruvísi bíl út úr þessu. Og það voru ekki nema 2 keppnir eftir þarna þegar ég fékk að læra á hann. Og það náttúrulega læriðist voðalega lítið á 2 keppnum sko, þegar maður komst ekki einu sinni til þess að æfa sig á milli sko. En hann átti það einnig til að setjast á kviðinn, sjálfur sér til mikillar armaðu. Ég meina það var bara nóg fyrir mig að mæta með bílun og búið. Þurfti ekki að taka þátt í þessu. En svo bara kom það seinna meir að þetta var tvöföldkeppni. Og það hefði farið með allt þessu hugafæri hefðum við vitað það að hefði þetta verið tvöföldkeppni. Það er Gunnar 5. og síðustöðu fyrir Íslandsmótsins sem að gilti einnig í heimsbikarnum sem að Gunnar hefði nú átt að vita. Ég ætla bara að vona að verði sama keppnin og var síðasta sumar. Það var gaman að hafa Ragga og Djamil svona með sér í þessu. Ég ætla að vona að Djamil hætti ekki. Þó hann kannski takir sér pásustrákurinn en hann kemur aftur. Ekki má gleyma Rafni Arnari sem sótti í sig veðrið þegar að líða tók á sumarið. Já, það er svona til að segja svona í stuttu máli þá var maður orðinn voðalega langþreyttur og að árangurinn færi svona að skila sér með við nýja bílinn. Og það var nú eiginlega tekið þar á það að láta Árna vin minn Kófason keppa á bílum meðan ég var í fríi. Aðalega til þess að sýna mönnum það að það væri ekki ég sem væri honum svona dapur heldur bílinn. Það kom í ljós að það skeiði það nákvæmlega sama við Árna og mig, þannig að í kjölfarið var ráðast á að breyta honum allverulega og fyrir sumarið þá ætlum við að stefna bara á toppinn og erum langþreyttir á að bíða eftir stóra færinu og við vonum að það komi í sumar og þannig að það verði veruleg ógnun af okkur í sumar. Það er það sem við stefnum á, að menn viti það að Rabbi er komin með gömlu taktana inn aftur. Og þetta eru taktarnir sem hann er að tala um. Og hér höfum við svo úrslit Íslandsmótsins í torfæri fyrra. Gísli Gunnar Jónsson varð Íslandsmeistari yfir heildina og Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki, Haraldur Pétursson og Ragnar Róbertsson í öðru sæti. En úr því að við erum byrjuð að þessu, þá skulum við aðeins að renna yfir stöðuna hér í Formúlu 1. Michael Schumacher á Ferrari er efstur ásamt Coulthard á McLaren. Barrichello er þar í 3. sæti og í keppni liðanna er Ferrari með 40 stig, McLaren 30 og Williams með 12 stig og er heldur að sækja í sig veðrið.